En ertu með eitthvað
Góðan daginn. Verið öll hjartanlega velkomin. Bæði þið sem eru hér í salnum og einnig þið sem fylgist með okkur hérna í streymi. En ég heiti Silja Rún og ég er forseti SHA og ég verð fundarstjóri hér í dag. Ég ætla að byrja á því að útskýra fyrirkomulag viðburðarins hér í dag. En fyrst fá frambjóðendur 3 mínútur til að kynna sig og áherslur flokksins. Ég vil ítreka mikilvægi þess að tala ekki lengur en 3 mínútur. Ég mun taka tímann og gefa ykkur síðan merki þegar 30 sekúndur eru eftir og síðan stoppa ykkur þegar tíminn er liðinn. En því næst þá fyrir við hraðaspurningar þar sem frambjóðendur mega aðeins svara já og nei með þessu fína miða sem þið eru með hérna hjá okkur. Og þriðji og síðasti liðurinn okkar hér í dag eru svo opna spurningar og þá gefst ykkur hér í sal tækifæri að spyrja einstaka frambjóðendur eða alla af því sem brennur á okkur. En kæru frambjóðendur, ég veit að það er mikið að gera hjá okkur og ég vil fyrir hönd SHA þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að vera hér með okkur í dag. Ég tel að það er mikilvægt að ná ykkur öllum saman. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði og skulum hefja leika. Nú fáið þið 3 mínútur hvert og við byrjum á Framsóknarflokknum, því næst Viðreisn og síðan bara koll á kolli. Og gjörið svo vel. Komið þið sæl, Skúli Bragi Geirdal heiti ég og er hérna fyrir hönd Framsóknarflokksins. Ég get sannarlega sagt að það er mjög gaman fyrir mig að vera hér. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið svona mitt annað heimili. Mamma er búin að kenna hérna síðan að ég man eftir mér og ég hef verið hérna á göngunum alltaf þegar henni vantaði pössun. Ég er fjölmiðlafræðingur hérna, ég er stundakennari hérna í HA, hef kennt hérna í vísindaskóla unga fólksins. Þannig ég tala ekki bara vel Háskólann á Akureyri rétt fyrir kosningar, heldur alla daga. Nú, Framsóknarflokkurinn leggur mikla áherslu á aðgengi að námi óháð búsetu. Sveigjanlegt nám, fjarnám og þar eins og við vitum hér inni hefur Háskólinn á Akureyri verið í fararbroddi og við eigum auðvitað að spyrja okkur hér í dag hvernig við getum haldið áfram að styðja við það hlutverk Háskólans á Akureyri. Við viljum auðvitað að fólk geti þreytt próf, líka inntökupróf, óháð búsetu. Við þekkjum hér vel fyrirkomulag eins og loftbrú og við höfum talað fyrir því til dæmis að útvíkka það til fjölskyldna þar sem að börn eru að stunda íþróttur og það eru mörg ferðalög framundan. Við viljum sjá þetta skrefinu lengra og útvíkka líka til fjarnema því að það er dýrt að mæta í lotur og við viljum auðvitað styðja við það að það sé ekki menn sé ekki setja það fyrir sig að það sé dýrt að mæta í lotur og taka þátt. Því að auðvitað hluta því að byggja upp öflugt fræðasamfélag eins og er hér er þáttaka og við þurfum líka að styðja þá við kennara, gera þetta að fýsilegum kosti að koma hingað og flytja hingað. Þetta helst í hendur þegar við erum að tala uppbyggingu á flugvelli og flugvallastæðinu, íbúðarhúsnæði hér. Þetta á að vera aðgengilegt, þetta á að vera heillandi kostur fyrir fjölskyldur. Og til þess að við styðjum við þetta hér og eflum sérfræði þekkingu út á landi, þá er alveg lykilatriði að styðja við Háskólann á Akureyri. Við búum til sérfræðinga með því að búa til aðgengi að sérfræði námi út á landsbyggðunum og það er einmitt það sem við stöndum fyrir í Framsóknarflokkunum. Þannig að það var svona það sem ég vildi segja þessa hluti. Ég ætla að halda tíma, þannig að takk fyrir mig. Já, komið þið sæl. Ingvar heiti ég, Þóroddsson og er oddviti Viðreisnar í Norðausturkjördæmi. Viðreisn er frjálslyndur-flokkur. Það er svona grunnstefið í grunngildi sem að við fylgjum. Og það þýðir annars vegar að við trúum því að einstaklingar eiga að vera frjálsir til að haga sínu lífi eins og þau kjósa án þess að ríkið sé að hafa ykkur afskipti af því, svo lengi sem við erum ekki að skaða einhverja aðra. Það er eitthvað sem að margir segjast taka undir en sína segja ekki alltaf í verki inn á þingi, hvort sem við að ræða lögum, mannanöfn, fyrirkomulag með sölu áfengis og fleira. Svo erum við líka, við trúum á að gott samfélag veiti öllum jöfn tækifæri til að blómstra á eigin forsendum og með sterku heilbrigðiskerfi, sterku menntakerfi. En til þess að hægt sé að byggja upp slíkt velferðarkerfi þarf
að vera blómlegt atvinnulíf og frjáls markaður þar sem að fólk getur látið hugmyndir sínar verða veruleika og það ekki of mikið að hið opinbera ekki að þvælast of mikið fyrir. Í þessum kosningum erum við að leggja fyrst og fremst áherslu á efnahagsmálin. Vextir eru mjög háir og verðbólga og ég núna, sú kynslóð sem ég tilheyri svona tiltölulega nýlega byrjuð að stíga fyrstu skrefin á húsnæðismarkaðinn, eignast börn, stofna fjölskyldu, láta okkur drauma verða veruleika og þetta mjög þungt. Sérstaklega að fólk var að kaupa sér sína fyrstu íbúð á lágum vöxtum. Okkur var talið trúum að Ísland væri kannski bara loksins orðið lágvaxta land. Við erum komið með þetta allt undir kontról. En svo kemur hérna áfall. Þetta var vissulega stórt áfall, COVID og núna Grindavík. En þetta ekki sér íslenskt. Það eru áföll af ýmsum toga allan heim. En það fer ekki allt samfélagið á hliðina eins og það hefur gert hérna. Við höfum í rauninni verið að segja að kannski hafa fjármálaráðherrar seinustu ára og áratuga ekkert endilega verið það lélegir í hagstjórn. Heldur það bara eitthvað í grunnstoðunum okkar. Og þess vegna við viljum slökkva elda núna með því að taka til í ríkisrekstrinum og greiða niður skuldir. En síðan hefur það alltaf verið eitt af okkar stærstu málum að hér verði gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Við erum líka að leggja mjög mikla áherslu á geðheilbrigðismálin. Það hefur líka alltaf verið eitthvað sem að minn flokkur leggur áherslu á inn á þingi. Heyrðu, ég hef svo mikið að segja, ég renn út á tíma. Fæ vonandi bara að spjalla við ykkur sem flesta eftir. Síðan erum við með vísindaferð í kvöld niður á Eyri. Það kannski búið að auglýsa eitthvað innandyra í kosningaskrifstofunni okkar á Hvannavöllum sem gamla hertekshúsið. Vonandi sé ykkur það líka sem flest. Takk. Komiði sæl, Jens Garðar Helgason heiti ég og skipa fyrsta sæti Sjálfstæðisflokksins hér í kjördæminu. Aðeins mig, ég fæddur upp alinn á Eskifirði og bý á Eskifirði en bjó nú reyndar nokkur ár í Reykjavík líka. Ég satt nú hérna í stjórn Háskólaráðsins í nokkur ár og þessi stofnun hér, að því við sitjum hér og erum að ábyggilega fara að tala málefni háskólana meðal annars, að þessi stofnun hér gríðarlega mikilvæg, ekki bara fyrir Akureyri heldur fyrir Norðausturkjördæmi og rauninni landsbyggðirnar allar. Við sjáum það að það skiptir hvernig hlutföllin að þeir sem að stunda nám hér að þeir skila sér frekar í störf út á landsbyggðinni frekar en þeir sem að fara í háskólanám í HR eða HÍ eða annar staðar koma síður tilbaka á landsbyggðirnar. Þannig að Háskólinn á Akureyri gegnir gríðarlega miklu hlutverki fyrir okkur hér sem erum og horfum til þeirra framtíðar sem við viljum sjá fyrir þessi kjördæmi að þá þetta lykilstofnun í þeirri vegferð. Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður fyrir 95 árum síðan. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki þurft að fara neina yfirhalningu á stefnumálum sínum í 95 ár. Stefnan mjög skýr, við trúum á frelsi einstaklingsins, við trúum á einkaframtakið, við trúum á það að allir hafi jöfn tækifæri til náms, til heilbrigðis, til þess að sækja sér heilbrigðisþjónustu og svo þar fram eftir götunum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi afl í íslensku stjórnmálum allan þennan tíma, meira og minna, og á stóran þátt í því hvernig samfélagið sem við búum við í dag. Og ég held að þegar við horfum á í rauninni hvernig atvinnulífið hefur byggst upp, hvernig menntakerfið hefur byggst upp, hvernig heilbrigðiskerfið hefur byggst upp, að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn haft stór og mikil áhrif á það hvernig við höfum þróað þetta samfélagi átt til frelsis og framfara. Það algjörlega ljóst að stóru málin fyrir þessa kosningar sérstaklega vaxtamálin. Alveg sama hvar maður kemur núna í kjördæminu, sama við hvern maður talar, þá vaxtamálin og efnahagsmálin það sem skiptir máli. Auðvitað þetta samhangandi. En það ánægjulegt að sjá það að bankarnir farnir að spá því að vextir verði komnir niður í 3,5%. Það spárnar sem núna verði komnir niður í 3,5% á fyrri hluta nýs árs.
Þannig við sjáum vaxtalækkunarferlið hafið, við sjáum að við erum aftur að ná þeim stöðuleika sem við vorum komin í áður en að COVID skall á. Þannig að ég horfi til bjartari tíma núna og með því rauninni verðum við líka að passa upp á það að hafa ríkisfjármálin og ná ákveðnum stöðuleika á ríkisfjármálum, vinnumarkaði og allstaðar til þess að við náum að ná vöxtunum og verðbólgunni niður. Flokkur fólksins, hann stendur fyrir, eins og öllum kunnugt, fæði, klæði og húsnæði. Ef við byrjum á fæðinu, þá það alveg ljóst að þróun síðustu daga í kjölfar ákvarðana þeirra ríkisstjórnar sem nú blessunarlega að fara frá, að hún mun miklu frekar hækka verð á fæði og matvörum. Við horfum bara á það að þeir sem eru hér að sameinast og búa til einokun á kjötvörumarkaði, að það að hæra matvöruverð í verri átt. Það vita allir sem hafa tekið hér grunnnám í viðskiptafræði. Það verið að koma upp einokunaraðstöðu og það alveg sérkennilegt að menn sem kenna sig við frelsi, til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn, skuli leyfa þessu að gerast átölulaust. Þannig að frelsið ekki hávegum haft þegar komið að neysluvöru almennings á Íslandi. Ef við tölum húsnæði sem nú alveg sér kapítuli og það hefur þróast með ólíkindum núna á síðustu árum. Vextirnir nú þannig að unga fólkið og þeir sem skulda, að það blasir við þeim í stökkbreytt lán sem eru algjörlega óásættanlegt. Vextirnir að fara niður, sagt hér. Þeir eru engu að síður 9% og 75% hærri heldur en verðbólgan. Þá á ég við stýrivextirnir í landinu. Þetta kemur síðan niður á kjörum heimilana sem eiga þá minna eftir til þess að kaupa hér klæði. Og ég vil segja það að það ástand sem blasir við leigjendum, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, nánast neyðar ástand og smitar út í samfélagið. Við í Flokki fólksins, við viljum taka á þessu og höfum boðað einfaldlega að taka upp svipaða stefnu í húsnæðismálum og hafa gengið ekki 100 ár, heldur 200 ár rúm í Danmörku. Og ég vona svo sannarlega til þess að þeir sem eru hér í salnum, í yngri kantinum, horfi til breytinga á samfélaginu, færa okkur í átt til það sem gerist á Norðurlöndum. En svona í lokin að þá stendur Flokkur fólksins einnig fyrir breytingu á auðlindamálum þjóðarinnar. Þannig að það verði horft til þess að þjóðin sem á auðlindirnar njóti þeirra í auknum mæli heldur en hefur verið stefna stjórnvalda síðustu árin. Og kannski svona alveg í lokin að þá hér mál sem við í Flokki fólksins hyggjumst berjast fyrir á Norðurlandi sérstaklega. Það að taka hér á fíknivandanum og við setjum það á oddinn að auka þá þjónustu þannig að það verði tekið á þeim vágesti sem heimsækir allt of mörg heimili á landinu. Takk kærlega fyrir. Góðan daginn, ég heiti Ari Orrason, ég með BA-gráðu í heimspekihagfræði og stjórnmálafræði. Ég í öðru sæti fyrir Sósíalistaflokk Íslands. Ég forráðinn og félagsráðgjafi í bænum. Sósíalistaflokkurinn róttækur félagshyggjuflokkur. Við beitum okkur fyrir hagsmunum almennings. Við erum flokkur launaþega og þeirra sem minna mega sín. Í svona þessum samfélagsþjónustu sem við höfum, það skóli, heilbrigðisþjónusta og þess háttar. Við viljum að þetta sé gjaldfrjálst. Við viljum að fólk hafi aðgengi að námi hvar sem það á landinu. Við viljum passa upp á það að það sé til húsnæði fyrir námsmenn. Það að segja byggja upp meiri félagslegt húsnæði, byggja upp meiri húsnæði fyrir, sérstaklega fyrir svona stúdentahúsnæðisfélög, óhagnaðardrifin húsnæðisfélög sem sjá fólki fyrir húsnæði á viðráðanlegu verði. Við viljum að
það sé við viljum setja til peningur fyrir öllum þessum kerfum. Við viljum að skattkerfi og svona þessar opinberu tekjulindir séu settar upp á sanngjarnan máta þannig að það skili sér til samfélagsins og almennings. Meira var það ekki. Góðan daginn, Gunnar Viðar Þórarinsson heiti ég. Ég býð mig fram fyrir lýðræðisflokkinn sem alveg glænýr flokkur. Ég oddvitasæti, ég bý á Reyðarfirði, er oft hérna fyrir norðan, ég ættaður frá Skagafirði. Við viljum, af því að nú erum við hérna upp í háskóla og við viljum kannski heyra helst eitthvað tengt, háskóla tengdu, en við erum að horfa á svona svolítið bara heildina á Íslandi og það fyrsta sem að brennir á fólki og öllum og sérstaklega ungu fólki sem að byrja á húsnæðismarkaði hvernig fyrrverandi ríkisstjórnir hafa stýrt í raun og veru hvernig fjármunum á Íslandi. Okkur finnst rosa ósanngjarnt að horfa upp á nágrannalöndin okkar, verið með lága stýrivexti þegar þeir eru háir hér og við viljum bara lækka vexti strax með því að taka út húsnæðislið í útreikningum á vísitölu neysluverðs. Eitthvað sem hefði átt að vera búið að gera fyrir löngu síðan vegna þess að við viljum frekar jafna höggið þannig að það sé ekki bara bankarnir sem að skila brjáluðum hagnaði meðan að fyrirtæki og einstaklingar eru að vinna myrkrann á milli til þess að halda þessu uppi. Og það eru reknir 6 lánabankar hérna á Íslandi meðan í Evrópu eru marga milljónir manna bak við einn banka þannig að það eins og að leikreglurnar séu rosalega flottar fyrir bankakerfi og okkur finnst þetta rosalega ósanngjarnt að við viljum bara ráðast í breytingar strax þegar kemur að þessu og það munu í raun og veru allir njóta góðs af þessu nema efsta 1% þjóðarinnar. Svo ef við tölum örlítið skólana þá eins og háskólan, ég er ekki menntamaður en ég hefði örugglega getað spreytt mig ef að menntakerfið hefði verið öðruvísi þar sem að ég þótti of heimskur til þess að sækja nám eða í grunnskóla var talað að ég yrði ekki efnilegur námsmaður en svo leið og ég var búinn í skóla þá gat ég nú menntað mig sjálfur. Það sem ég að meina að við erum með fullt af einstaklingum úti sem að kannski passi ekki inn í menntakerfið eins og það sett upp núna, þá sérstaklega iðngreinar og þannig að við þurfum að horfa til allra þjóðarinnar og horfa í raun og veru hvar vöntunin Við erum með vöntun í iðngreinum, við erum með vöntun í heilbrigðiskerfinu og við erum að byggja nýja Landspítala í Reykjavík og við erum vonandi heppin ef við náum bara að ráða húsvörð og svo engin læknar til. Þannig að mér finnst að við erum að efla menntun á þeim sviðum sem okkur vantar. Við erum með mörg hundruð lögmenn og viðskiptafræðinga sem að þarfnast kannski ekki rosalega mikið en þá myndum við vilja hafa námið ódýrara og jafnvel niðurgreitt fyrir þá sem að mesta þörfin Takk fyrir. Ég heiti Inga Dís og skipa 4. sæti á lista Miðflokksins í Norðausturkjördæmi. Ég í svona svolítið minnihluta hérna uppi sem eina konan. Ég fædd og uppalin á Akureyri, búi hér nánast alla mína tíð. Ég kennaramenntuð einmitt úr háskólanum á Akureyri og ég held að sé að miklu leyti háskólanum hér að þakka að það eru eins margir menntaðir kennarar og raun ber vitni á landinu af því að það mjög mikið af kennurum sem að stunda fjarnám héðan. Ég líka nemi í dag, ég meistarnemi í náms- og starfsráðgjöf þannig að mín svona hugðarefni liggja í börnum og menntun skólakerfinu og við í Miðflokknum við einmitt viljum ég allavega á móti einkavæðingu í skólakerfinu afsakið. Við viljum ekki að allir góðu kennararnir fari á einn stað því að þannig erum við að auka ójöfnuð, mjög mikinn ójöfnuð. Við tölum fyrir verknámi, við viljum betri og aukið framboð af verknámi og við höfum talað að við þurfum að halda svolítið í fólkið okkar út af landsbyggðinni. Við eigum það til að missa fólkið okkar
þegar það fer og sækir sér nám annað, þannig að fjarnám héðan ótrúlega gott fyrir landsbyggðina. Við viljum að það sé tryggt nægt fjármagn til allra menntastofnana, þannig að það mjög mikilvægt og við viljum að það sé sporna gegn allri aðgreiningu sem getur leitt til jaðarsetningar, svo sem aðgreiningu ríkra og fátækra eins og ég talaði áðan með einkavæðingu. Við leggjum áherslu á að það sé stoðþjónusta í boði innan skólakerfisins sem mjög mikilvægt. Við þurfum að tryggja öllum nemendum félagslegt, andlegt og líkamlegt öryggi á skólatíma og af því að ég að tala börnin þá hafa íþróttir mikið forvarnagildi og að við þurfum að styðja við alla íþróttaiðkun barna óháð fjárhagi. Þannig að þetta svona mín máli í stuttu máli, en ég get vonandi svarað einhverju meira á eftir. Takk fyrir. Góðan dag. Theodór heiti ég og oddviti Pírata í Norðausturkjördæmi og annar fjölmiðlafræðingurinn hérna í dag. Ég ætla að vona að það sé ekki áfellisdómur yfir Birgi Guðmundsssyni og hans góða starfi. Að þessi fjölmiðlafræðingar rati bara í framboð. En ég Eyfirðingur að upplagi. Ég fæddist hér á Akureyri og ólst upp inn í Firði. Ég 46 ára, alveg að vera 47 ára. Ég var nú ósáttur við Stefán Einar að skrifa að ég veri 47 ára, sko. Ég ekki alveg orðinn 47 ára. Ég ætla ekki kannski að fara að þylja upp menntastefnu og alla stefnur Pírata hérna. Við Píratar stöndum fyrir náttúrulega gagnsæi, lýðræði og upplýsta ákvörðunartöku. Við viljum byggja upp velferðarkerfi hér á Íslandi sem grípur alla. Fólk hafi aðgang að heilbrigðiskerfi, menntun, bara öllu óháð búsetu eða fjárhag. Við þurfum að byggja upp, bara mjög sterkt kerfi. Við viljum menntakerfið, sérstaklega sem mismunar ekki neinum. Við þurfum að tryggja jafnrétti til náms og hvað sem með fjarnámslausnum eða fjárhagsaðstoð eða bara öllum þeim aðferðum sem þarf að beita. Við þurfum líka við þurfum að efla byggðir landsins með samgöngubótum, með bara hvaðeina. Það þýðir ekki að það gerist allt á höfuðborgarsvæðinu. Og ég get bara vitnað á það eftir að hafa verið nemi í þessum skóla hvað frábært að hafa hann hér á Akureyri. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta allt og langt. Ég vil frekar bara geta svara spurningum eftir. Þannig að ég þakka bara fyrir mig. Já, komið sæl og takk fyrir boðið. Ég heiti Logi Einarsson og oddviti Samfylkingarinnar. Samfylkingin hluti af alþjóðlegri hreyfingu jafnaðarflokka sem á rætur sínar að rekja til iðnbyltingarinnar á 19. öld þegar að borgir stækkuðu og félagslegar áskoranir fóru að gera vart við sig. Okkar slagorð jafnrétti, frelsi og samstaða og segir kannski töluvert það sem við stöndum fyrir. Mér alveg ljós líka mikilvægi Háskólans á Akureyri, ekki vegna þess að ég hafi stundað nám hérna, heldur vegna þess að ég fæddist hérna og ólst upp og hleypti svo heimdraganum og fór út í heim að mennta mig og fór úr miklu svona fátæklegra samfélagi heldur en að ég sneri svo heim í og áttaði mig á því að það hafði ótrúlega margt breyst við það að breytast úr iðnaðarsamfélagi og yfir í háskólasamfélag. Þetta breytti líka íbúðasamsetningunni, allt í einu voru meiri hluti íbúðanna aðfluttir sem ég held að hafa haft góð áhrif á okkur Akureyringa. Við stöndum svona frammi fyrir svona vatnaskil í bara mörgum skilningi. Við höfum komið okkur upp alveg ótrúlega óheilbrigðri uppbyggingu landsins. Þetta risastóra land þannig samansett í dag að íbúafjöldi höfuðborgarsvæðisins komið yfir, eða áhrifasvæði höfuðborgarsvæðisins komið yfir í 80% af landsmönnum og svo við hinn 20% búum á risastóru svæði. Þetta hefur gert það að verkum að það eru svakalega erfiðar áskoranir á höfuðborgarsvæðinu, mikil þörf á íbúðum, allt og hátt íbúðaverð, erfiðar samgöngur,
en á landsbyggðunum eru vandamálin öðruvísi. Það hefur molnað undan þjónustu, menntun, heilbrigði, samgöngum og öðru slíku og á þessu þurfum við að vinna. Og það verður ekki gert í einhverju átaki. Það verður auðvitað gert fyrst og fremst með því að sækja fjármagn til þess að geta ráðist í þessi verkefni. Þess vegna leggjum við áherslu á í okkar stefnu að við förum auðvitað vel með í ríkisrekstrinum en að við beitum líka sanngjarnri tekjuöflun. Við ætlum ekki að hækka álögur eða skatta á almenning en við teljum það sanngjarnt að þau sem að mest bera á bítum í samfélaginu greiði hærri fjármagnstekjuskatt. Við teljum það eðlilegt að sjávarútvegurinn, fiskeldið, orkuöflunin og fleiri greinar sem að byggja á sameiginlegum auðlindum okkar leggi sanngjarnan skerf til samfélagsins. Og við trúum einfaldlega ekki á hagfræði sem gengur út á það að bregðast bara við með niðurskurði og telja fólki trúum að það sé á sama tíma hægt að lækka skatta og ráðast í aukin útgjöld. Við eins og ég er búinn, ég biðst afsökunar. Takk. Þú fékkst bara minn tíma. Já, sælverið, ég er Sindri Geir, ég er oddviti Vinstri grænna hérna í kjördæminu og ég svona ætlaði aðeins að byrja á því að tala þessi málefni sem að samkvæmt könnunum brenna mest ungu fólki sem eru húsnæðismálin og efnahagsmálin en það eiginlega allir búnir að nefna það en ég held að ekkert ykkar hefur nefnt kynjajafnrétti eða náttúruvernd og ég ætla að segja það, þannig ég ætla ekki að tala efnahagsmálin, ég ætla að segja bara að það er mikið áhyggjumál fyrir mig og aðra náttúruverndarsinna að samkvæmt könnunum þá verður engin náttúruverndarsinni á þingi eftir kosningar. Og þeir Píratar og það samfylkingar fólk sem hefur svona sýnt það í orðum og verkum að þetta sé þeirra mál, þau eru ekki að mælast inni. Og þingflokkur VG, hann mælist ekki inni. Og ég ætla að segja að það er munur á því að hafa stefnu í þessu málaflokki og að leyfa því í alvörunni að vera afstaðan sem að bara hreyfir þig og litar þig að náttúran skuli njóta vafans. Núna er mikil endurnýjun á listum VG að því að hreyfingin hún vill bara sýna að við þurfum að fara aftur í ræturnar. Og ég er einn af þeim sem að yfirgaf VG í tíð síðustu ríkisstjórnar, en ég get samt alveg séð að það er ógreinni af málum sem að komast bara í gegna því að VG var með í stjórninni, þú veist, þrepaskipt skattkerfi. Mummi setti Íslandsmet í friðlýsingum, sjálfsákvörðunarréttur kvenna varandi þungunarof náðist í gegn og lögum kynrænt sjálfræði. Þetta hefði aldrei farið í gegn nema að því að VG var í ríkisstjórninni, en við skýtum upp á bak og við mistum boltan og hvort sem við erum að horfa á umhverfismálin hér heima þar sem að virkjanasinnar vilja tæma nýtingaflokk og teygja sig í biðflokk og jafnvel verndunarflokk eða ef við lítum til loftslagsmála þar sem við sjáum breytingar á veðrakerfum og hafstraumum, mannskeið flóð í Evrópu, 20 gráði hita á Akureyri á mánudaginn, metúrkomur og skriðuföll, uppskeribresti hjá bændum hérna á Íslandi. Það þarf fólk á Alþingi sem hefur hugsjón og metnað fyrir umhverfis- og loftslagsmálum, bara til að vera aðhald, til að vera rödd ófætra kynslóða og rödd náttúrunnar og VG. Við þurfum ekki 5% á landsvísu til að komast inn. Við erum 100 atkvæðum samkvæmt síðustu könnunum frá því að ná inn manni hér í norðaustur. Það er ekkert langt í það að við náum 3 inn víðsvegar landi, þó við náum ekki þessum 5%. Og ég ætla bara að vona að þið sem eruð á náttúruverndarlínu leyfið ykkur að kjósa út frá þeirri sannfæringu. Af því það eru nógu mörg önnur sem eru bara að fókusa á efnahagsmálin og ég ætla að vera fullkomlega raunsær. Við í VG, við munum aldrei ná þeim þingstyrk núna að geta setið í ríkisstjórn, en ef það væru 3 náttúruverndarsinnar á þingi, þá væri það mikilvæg bremsa, aðhald og rödd siðferðis gagnvart þeim sem að sjá ekki mikilvægi þess að gefa náttúruverndarsjónarmiðum pláss. Takk. Hvað er mér núna? Þarna.
eða ekki? Jú. Heyrðu, takk hérlega fyrir þetta, en þá komið að hraðaspurningunum okkar góðu. Eins og fram hefur komið, þá megið bara svara já og nei með þessum fínu blöðum sem að við hér í framkvæmdastjórn SA vorum að föndra fyrir ykkur. Þannig að, en síðan, þegar við erum búin að fara yfir allar hraðaspurningarnar, þá má hver og einn flokkur velja sér eina spurningu til þess að svara nánar og til þess fáið þið 90 sekúndur. Er þetta skýrt? Yes, frábært. Heyrðu, þá byrjum við bara hraðaspurningunum. Fyrsta spurning á að auka fjárveitingar til háskóla? Ættu fjárveitingar til háskóla utan höfuðborgarsvæðisins að aukast sem hlutfall af heildarfjárveitingum til háskóla? Já. Uppfyllir Menntasjóður námsmanna í núverandi mynd hlutverk sitt sem félagslegur jöfnunarsjóður? Okay. 71% íslenskra stúdenta vinna með námi, 72% þeirra fullyrða að þau getu ekki stundað nám án þess að vinna með námi. Þessar tölur eru með því hæsta sem þekkist meðal samanburðarlanda okkar í OECD. Vinna stúdentar og mikið? Stúdentar borga í atvinnuleysistryggingarsjóð en ólíkt öðru vinnandi fólki hafa ekki aðgang að bótum úr honum. Ættu stúdentar að hafa aðgang að atvinnuleysistryggingarsjóði? Er eðlilegt að vextir óverðtryggðra námslána séu 9%? Er eðlilegt að vextir óverðtryggðra námslána séu 9%? Ætti að afnema frítekjumark svo námslán skerðist ekki ef lánþegi vinnur samhliða því að þiggja námslán? Eru háskólar á Íslandi of margir? Styðjið þið sameiningu háskóla? Er háskólamenntun aðgengileg öllum óháð efnahagslegri og félagslegri stöðu? Ættu vinnandi stúdentar í barneignarleyfi að geta fengið fæðingarstyrk námsmanna og orlof á sama tíma? Á að leyfa hvalveiðar? Viljið þið hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni? Það er staðreynd að Ísland skortir orku. Viljið þið virkja meira til þess að tryggja okkur næga orku? Viljið þið lækka bankaskatt? Já, lækka. Yes. Heyrðu, ESB, já eða nei? Ætti sálfræðiþjónusta að vera niðurgreidd? Heyrðu, þá er hraðaspurningunum lokið og þið megið þá velja ykkur eina spurningu til að ræða betur. Þið fáið 90 sekúndur og ég gef ykkur merki hérna þegar 30 sekúndur eru eftir og stopp ykkur þá ef þið farið yfir tíman. En nú skulum við byrja á Vinstri grænum. Gjör svo vel. Það er ekki staðreynd að Ísland vanti orku. Nú þegar er 78% af allri orku sem er framleidd á Íslandi að fara til stóriðju og 5% til
heimila og 5% þróast í kerfinu og nú þegar Landsvirkjun með áætlun það að besta sínar virkjanir sem nær fram 12% aukningu og orkuöflun bara með því að nýta þær virkjanir sem þegar eru og gera þær hagkvæmari. Þannig að það tvöföldun á þeirri orkuöflun eða þeirri orku sem heimilin nota. Það ekki orkuskortur á Íslandi nema það sé einhver plönum að fara í aukna stóriðju. Og ef það á að virkja meira þá þarf að vita í hvað og það þarf að skoða þetta heildrænt, ekki bara kasta fram fullyrðingu. Það orkuskortur í Íslandi, það eru lygar frá samtökum iðnaðarins. Já, ég ætla nú að taka eitthvað af þessum fjölmörgu spurningum og tala bara Menntasjóð námsmanna, hvort að það sé á félagslegum grunni. Hann það sannarlega ekki. Það hefur flest í okkar samfélagi svona batnað held ég á síðustu áratugum. Við finnum það nú öll á eigin skinni. Lánasjóðurinn sannarlega ekki þannig. Ég var með betri námslán heldur en kona mín sem fór svo í nám 10 ára seinna og börni mín á verri námslánum heldur en kona mín. Þannig að það búið að markaðsvæða þennan sjóð og afleiðingin auðvitað bara nokkuð augljós að það eru helmingi færri sem að leyfa sér að taka námslán hér heldur en til dæmis bara í nágranna þjóðunum okkar. Og hvað þýðir það? Við erum ekki að gefa ungu fólki tækifæri til þess að helga sér nám sitt. Mér finnst í rauninni að við ættum að byggja þannig aðstæður að fólk á aldrinum 20 til 30 ára geti sinnt náminu sínu sem að sinni aðal vinnu en sé ekki háð því að vera að vinna á pizzustöðum eða fatabúðum samhliða þessu. Ég held að það veri gríðarlega dýrmæt fjárfesting fyrir Ísland og það þarf að horfa á námslán sem fjárfestingu lands sem að vill byggja meira á háframleiðni greinum heldur en bara grunnframleiðslu. Takk. Herru, ég ætla að taka sálfræði þjónustuna, niðurgreidda sálfræði þjónustu. Ég tel og við Píratar teljum að aðgengi bara að geðheilbrigðis þjónustu þarf að vera miklu, miklu betri. Og þar með talið niðurgreiddir sálfræðitímar. Það hefur bara ekki hver sem efni á því að borga 25.000 krónur til sálfræðings. Þegar ég var við nám í háskólanum í Oslo þá fékk ég 20 fría tíma hjá sálfræðingi sem ég nýtti mér, það var bara mjög gott. Þannig að það þarf algjörlega að niðurgreiða sálfræðiþjónustu, það þarf að styrkja allt geðheilbrigðiskerfið. Ég að upplifa það, ég vinn sjálfur í geðheilbrigðiskerfinu, ég að upplifa það að það alltaf verið að kasta krónunni fyrir aurinn, því að það verið að spara núna sem býr til vandamál í framtíðinni sem kostar miklu meira og ég get bara vitnað það. Ég hef séð það sjálfur í mínu starfi að það veit mann sem hefði hann fengið viðeigandi þjónustu þegar hann var barn og unglingur, þá var hann ekki búinn að kosta ríkið hundruð milljóna. Ef við höfum bara notað 20-30 milljónir í að hjálpa honum þá. Þannig að við þurfum bara að efla allt geðheilbrigðiskerfi, óháð efnahag og búsetu. Takk fyrir mig. Það mjög erfitt að velja eitthvað eitt til að tala Mig langar helst að tala þetta allt en ætli ég fari ekki í lánasjóðinn. Ég dyggur stuðningsmaður lánasjóðsins af því að ég enn að greiða í hann þó sem það séu 17 ár frá því ég útskrifaðist héðan. Svo ákvað ég að fara aftur í nám þannig að ég aftur að þiggja þannig að ætli ég verði ekki að þessu allt mitt líf. En þrátt fyrir það að hann nauðsynlegur því að auðvitað færum við annars ekki í nám. Ég vann líka með mínu háskólanámi en það var ekki nóg. Ég þurfti líka að taka námslán því að við þurfum auðvitað að framfleyta okkur. Við höfum svona aðeins verið að ræða það hvort að því að nú erum við á landsbyggðinni hvort að væri einhver möguleiki að þeir sem að starfa eftir háskólanám gætu fengið einhvers konar afslátt af niðurgreiðslu námslánanna sinna. Það svona væri allavega góð hugmynd að mínu leyti. En já, ég gef Loga bara aftur smá hluta af tímanum mínum, þannig að takk fyrir. Ég get vottað þetta, hann fór ekki yfir. Ég myndi vilja taka á aðgengi þeirra sem að geta sótt til náms að virkja í raun og veru eða bjóða í raun og veru betur þeim sem að eiga við lestrarörðuleika eða starffræði vankunnáttu eða að styðja þá í að
geta tekið til dæmis verklegt nám án þess að fella það á okkur íslensku prófi eða fella á okkur stærðfræðiprófi, af því að ég þekki bara fullt af fólki sem er alveg óbóðslega greint en það á mjög erfitt með að tjá sig sko. Og svo eru aðrir sem geta ekki reikna, eru bara með talna blindu. Þannig ég myndi alltaf vilja sjá að við virkjum alla þjóðina inn í menntakerfið sem eins marga við mögulega getum. Takk. Ég ætla að snerta þess á sameiningu háskóla, af því að nú var ég nú tók ég mitt nám í Bifröst sem að ég veit að hafa nefnilega verið umræður að sameina með þessum skóla hérna. Ég lyfti upp spjaldinu og tók það afstöðu að flokkurinn væri á móti þessari sameiningu og það sem að kannski veldur þessari andstöðu ákveðin áhyggja að því að með sameiningunni erum við að missa út ákveðna sérstöðu. Þegar hver háskóli hefur sína sérstöðu. Bifröst til dæmis bara með eitt öflugasta fjárnámskerfi hérna á landinu og hefur bara sögulega verið viðskiptaháskóli, meðan að skólinn hér kannski hefur sína sérstöðu vissulega öflugt fjárnám en hefur sína sérstöðu kannski í sjávarútvegsfræðum og félagsgreinum. Og ef við erum að fara að sameina við erum að sameina mismunandi stofnanir með mismunandi áherslur í sínu námi, þá erum við að missa út það að því að nú leggjum við fram ríkisfjármagn til háskólana. Og ef að háskólanir missa þetta fjármagn, þá komið minni peningur til að setja í hvera grein fyrir sig og mér finnst það áhyggjandi. Og virkjununum og við í flokki fólksins að við ætlum að efla velferðarkerfið og við ætlum að takast á við fátæktina. Til þess að þá þurfum við að skapa verðmæti í samfélagi og við teljum einn lið í því að það sé að virkja meira. Og ég vil vekja athygli þeirra sem á móti virkjunum að staðan eins og hún núna, að hún þannig að það verið að brenna milljónum lítra af olíu á Vestfjörðum, jafnvel í síldarbræðslu, vegna þess að það ekki nægur aðgangur að orku. Það þarf meiri orku og það þarf betri flutningskerfi. Þannig að ég hissa á þeim sem kenna sig við náttúruvernd og að taka á loftslagsmálunum, að vera ekki með okkur í flokki fólksins í þessari vegferð. Þannig að það alveg augljóst að þetta jákvætt skref hvað varðar til að skapa auð fyrir þjóðina og einnig að gera hér bara mikilvægur liður í því að náttúruvernd og að taka á þessum loftslagsmálum. Þannig að ég tel að það sé mikilvægur þáttur. Að því að Sigurjón, hann tók orkuna og ég tek undir með honum og þá það gott að því að mér langar nefnilega að ræða 2 mál, þá get ég rætt hitt málið. Ég held eins og við erum að ræða varðandi námslánin, ég var í háskóla sjálfur og með námslán. Ég held að það sé, við verðum að horfa til hinna Norðurlandana, að því við sitjum hér í háskólanum Akureyri, við erum alltaf að reyna að laða til okkar menntað og öflugt fólk, inn í til dæmis reyna að fá lækna til að koma og sitja stað hér á Akureyri eða annar staðar og annað menntað fólk og hvernig getum við í rauninni gert það? Við getum verið með skattalega hvata sem að hvetur fólk til þess að koma út á land, setja stað og skjóta þar rótum og verið með skattalega hvata og við höfum líka að horfa til eins og Noregs þar sem að eru hvatar til þess að setja stað á landsbyggðunum en að þá á móti kemur líka varðandi niðurgreiðslu og námslánum annað. Ég held að við höfum fjölmörg tækifæri til þess í rauninni að búa til hvata til þess að fá menntað fólk til þess að koma og setja stað í þessum samfélögum sem eru vissulega frábær og það frábært að búa út á landi, við þurfum bara að við þurfum kannski að búa til ákveðna hvata til þess að fólk sjái ljósið í því. Já, ég ætla að fá að taka í svolítið svona
svipaðan strengur og Logi gerði, tala námslánakerfið í kannski heild sinna. Það voru mjög margar spurningar sem að tengdust í. Ég satt sjálfur í stúdendaráði Háskóla Íslands og þar sem við vorum að berast fyrir bættu námslánaumhverfi. Ég svaraði til dæmis neitandi að stúdentar ættu að eiga rétt á atvinnuleysisbótum. Ég var sjálfur hér með við borðið að krefjast þess að við myndum fá það í kringum COVID. En það er að því að við erum með kerfi, meðan við eins og til dæmis Norðurlöndin, þar sem að það er rauninni ekki val að vinna með námi ef þú vilt það, heldur þú ert í rauninni neyðist til þess að því að námslánakerfið er ekki að grípa fólk nógu vel. Svarið er ekki að í rauninni stúdentar séu með annan fótinn í námslánakerfinu og hinn fótinn í atvinnuleysistryggingakerfinu, af því að það á fyrst og fremst að vera fyrir fólk sem er að leita sér að vinnu og gæti tekið vinnu ef að þeim býðst hún. Og það er ekki rauninni að maður er í námi og þess vegna vil ég bara efla námslánakerfið eins og það leggur sig. Það var, núverandi ríkisstjórn samþykkti breytingar á námslánakerfinu að norskri fyrirmynd þar sem var gert þannig að 30% breytist í styrk ef að maður klárar uppfyllir ákveðin skilyrði að klára réttum tíma og svo framvegis. En hvað var líka gert með sömu lögum? Það var sett markmið að sjóðurinn væri sjálfbær. Þannig að hvaðan kemur þessi 30% styrkur? Jú, með hærri vöxtum að hinum 70%, sem að tengist því sem var líka spurt hvort að 9% vexti var eðlilegt. Nei, það er ekki eðlilegt. Og vextir eru bara almennt of háir á Íslandi. Og það er að mínum að þetta bara frekar svívirðilegt að kalla eitthvað styrk þegar þú ert í rauninni bara að styrkja sjálfa þig með hærri greiðslum og hinum 70%. Já, núna ég seinastur þannig að ég ætla að grípa boltan og ég ætla að tala geðheilbrigðismálin og það er að sjálfsögðu eins og við sjáum í tölum neyðarástand þar í andlegri líðan og þess vegna eigum við að sjálfsögðu að segja já við því að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Við verðum að bregðast við og við sjáum sem betur fer niðurstöður að þetta eru tölur að mjakast í rétta átt. En enga síður búi í þannig tækni umhverfi í dag með miklu aðgengi að samfélagsmiðlum og mikla skjánótkun að sjálfsögðu erum við að leggja allt og litla áherslu á félagslegt netöryggi. Við erum með málaflokk sem snertir á lýðheilsu, lýðræði, þjóðaröryggi, börnin okkar komir snemma inn, við sjáum neikvæð viðhorf í garð mismunandi hópa samfélagsins út frá kyni, út frá trú, út frá þjóðerni og þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum að bregðast við strax ef við ætlum ekki að láta einhvern algoritma rífa okkur í sundur sem samfélag. Það sem við erum fann að tala, það sem að málamiðlanir orðin bannorð í pólitík, hvernig ætlum við að ná saman nokkur mál. Þannig að sjálfsögðu eigum við að fara að ráðast á rótina, við eigum að styðja betur við andlega líðan. Halló, hérna. Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta. Þetta var mjög gagnleg og skemmtileg yfirferð. En nú ætlum við að opna fyrir spurningar úr sal. Við erum sem sé með hljóðnema hér í salnum sem gengur á milli og ég vil biðja gesti að rétta upp hönd ef þeir hafa spurningar. Þá vil ég biðja ykkur að kynna ykkur með nafni áður en spurningin er borin upp og óska eftir því að spurningarnar séu hnitmiðar og skýrar. Einnig að þið takið fram ef spurningunni er beint til einhvers ákveðins flokks eða allra. Þar sem við höfum takmarkaðan tíma mun ég ekki taka mælendaskrá, heldur köstum við bara boxinu hérna til fyrstu handar sem við sjáum hérna upprétta. Og ég mun hafa þann tíma á þar til tíminn, nei, ég mun hafa þann háttin á þar til að tíminn rennur út. Þannig að, já, ég ætla að fá að koma með fyrstu spurninguna sem er hérna frá okkur í SHA. En sú spurning er, hver er skoðun ykkar á sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst? Og ég vil fá að heyra skoðun ykkar allra og þið fáið 30 sekúndur til þess að svara. Og við erum núna á Skúla. Ég sagði já áðan að því að sameining þarf ekki að vera slæm en hún á að vera á forsendum skólana sjálfra. Mín persónulega skoðun er samt að ég er ekki í hlindurinni. Já, ég held það séu, ef hún er gerð á réttum forsendum þessara skóla, að þá eru eflaust einhver tækifæri í því eins og að efla viðskiptafræðideildir og lögfræðideildir beggja skóla. Þannig að bara svo lengi sem það er ekki gert bara til að spara og skila sér í verri menntun og verri þjónustu við nemendur, þá er ég alveg hlynntur í að skoða það.
ég styð sameininguna ef hún á réttum forsendum og ég tek bara eiginlega undir með Ingvari. Þannig að ég ætla bara ekki að tefja tíma meira. Einfallega bara jákvæður í garð sameiningarinnar og ég held að við þurfum líka að læra af svona fyrri sameiningum þannig að þetta verði ekki svona yfirtaka heldur liður í því að þróa þá þessa sameiginlegu stofnun þannig að hún hafi einhverja sérstöðu og bæti hana þá í samkeppni stúdenta á landsvísu þannig að fyrirfram þá ég mjög jákvæður fyrir þessari sameiningu. Já, ég náttúrulega svara þessu bara áðan, þannig að nei. Ég þekki þetta ekki fullkomlega, en ef það hallar á annan hvort skólan, þá myndi ég segja að ég sé óhlindur því. Já, það svolítið komið bara fram. Ég svaraði þessi neitandi áðan en sameining auðvitað alltaf gerð í einhvers konar hagræðingarskyni en ef að báðir aðilar eru hlindir því og það hallar ekki meira á annan aðilan en hinn þá verður það eflaust eitthvað sem má skoða en ég svaraði þessi neitandi áðan. Já, ég svaraði þessu neitandi. Ég tel að eigi ekki að vera sameina skóla. Við þurfum að efla byggðir landsins. Ég held við gerum það ekki með því að spara peninga og sameina skóla sem eru út á landi. Heldur bara styrkja þá frekar. Háskólinn á Akureyri sennilega best heppnaða byggðaverkefni sem að ráðist hefur verið í á 20. öldinni. Mér fannst sú vegferð sem að byrjaði fyrir ári síðan vera allt og óljós, allt og hröð og margar ósvaraða spurningar og svona verkefni ekki hægt að ráðast í nema eiga í víðtæku almennu samtali við allt samfélagið, ekki bara hérna á milli þessara tveggja skóla og háskólaráða. Við erum brennd af því, einfallega hér út á landi, að ef að of óljóst staðið að verki, þá höfum við allt og oft séð hlutina renna úr greipum okkar og suður til Reykjavíkur. Þannig að við eigum að standa vörð háskólan á Akureyri. Takk. Ég verði eiginlega bara að taka undir allt sem Logi sagði, en ég sagði já að því ef að það veri niðurstaða starfsfólk og stjórnenda í báðum skólum að þetta væri góð leið, þá myndi ég bara standa með því og ég hef búið í dreifðum byggðum í Noregi þar sem að Universitet í Núr var byggt upp úr mörgum smáum háskólum og það voru núningar en þau sáu tækifæri og það gekk vel. Frábært, takk. Þá bara það fyrstur að réttum hönd, eitthvað með spurningu? Já. Já, komið þið sæl. Ég heiti Jón Yngvi og ég einn af þeim sem að bæði fór suður fyrir grunnnám og fór síðan úr landi fyrir framhaldsnám. Og þetta kannski frekar löng spurning og krefst löng svar en ég vil frekar hafa einn stutt eða getið. Af hverju ætti ég að koma hingað þegar ég útskrifast þegar mín byggðist miklu betra líf til dæmis í Svíþjóð sem ég að læra? Eða bara já, einhver byrjar. Það allt og margt óunnið hér á Íslandi til þess að þetta búa ungu fólki örugt og tryggt líf með fyrirsjáanleika. Þess vegna hefur Samfylkingin sagt að til lengri tíma okkur best borgið í Evrópusambandinu með aðgang að stöðugri mynt. Þannig að hér geti fólk komið sér upp heimili og ráðist í húsnæðiskaup án þess að það sé áhættufjárfesting og að við getum líka elst án þess að þurfa að spara læknisheimsóknir. Takk. Ég held að ekki bara að halda þessu eins og staðan í dag. Meðan fólk alltaf að kjósa sömu flokkana aftur sem lofa öllu fögru fyrir kosningar og svo bara breytist ekki neitt. Þannig að haltu þið bara í Svíþjóð ef að sömu flokkarnir verða kosnir aftur. Sem að fer út í nám og bý úti en svo tökum við fjölskyldan ákvörðun að koma heim og það var ekki að því að það verið svo frábært að taka húsnæðislán á Íslandi. Það var einhver þráður sem bara tókaði okkur hingað og ég sé ekki eftir því og vil fá tækifæri til að móta samfélagið í betri átt. En ég til dæmis vil að námslánakerfið okkar hjálpi ungu fólki að koma heim, að í dreifðum byggðum sé hvati með niðurfellingu námslána til þess að fá fólk með sérfræðimenntun til þess að setjast að alls staðar á landið.
menntuð. Ég get tekið undir með það sem Sindri sagði, þetta það sem ég talaði áðan að til að fá fólkið út á landsbyggðina þá þurfum við að hafa einhverja hvata og það geti verið einn af þeim að við værum með einhvers konar kerfi sem hjálpar til við námslánin og annað og auðvitað þurfum við við þurfum að styrkja kerfi á margan hátt. Það algjörlega þannig, en ég hef búið í Svíþjóð, það gott að búa í Svíþjóð, en ég ætla ekki að hvetja til að vera þar áfram eins og Teddy, sko. Ég myndi alltaf vilja fá þig og alla aðra sem fara úr landi heima aftur til þess að hjálpa okkur að byggja upp landið og koma þessu réttan stað og kjósa nýja flokka sem að vilja breyta þessu. Bara velkomin. Sko, þetta mjög erfið spurning. Það er alveg skiljanlegt að ungt fólk sem fer í frekar nám úti að sér af sig vil ekki koma aftur vegna þess að við viljum náttúrulega öll bara eiga aðgengi að mannsæmandi lífsgæðum og í langflestum tilfellum bjóðast þau ekki nema fyrir heppni eða vera á rétta stað á réttum tíma og grípa rétt tækifæri en ef ég ætti að tala bara út frá huganum þá myndi ég segja að það alltaf þess virði að þú komir aftur til þess að þó að það sé það erfitt og það stridd þá ertu alltaf að koma aftur til þess að taka þátt í sameiginlegu verkefni sem að byggja upp þjóð og samfélagi sem að við getum verið stolt af. Þetta nú frekar auðveld spurning fyrir mig og svo ég elski Svíþjóð, ég mikill aðdáandi Svíja sem að eru frábærir, hafa gert margar bílategundir, stórtækir í iðnaði og alveg magnaðir í flestu sem þeir taka sér fyrir hendur. En það nú einu sinni svo að við erum Íslendingar og þetta frábært land, þetta yndislegt land, Ísland, en ég ekki að gera lítið úr því að það mjög margt sem við þurfum að laga. Alveg, það nokkuð slatti. Og við í Flokki fólksins, að við ætlum að gera það. Þannig að ég skora á þig, vertu bara með okkur í Flokki fólksins að gera Ísland enn betra. Takk fyrir. Já, það nú kannski hægt að segja að málið sé mér aðeins skylt. Kona mín búin að búa í Svíþjóð í 14 ár. Við fljúgumst á í hverjum mánuði og höldum 2 heimili, Gautaborg, Eskifjörður, 2 höfuðstaðir Norðurlandana. Ég hitti þennan mann hér þegar hann var 12 ára og vinafólk okkar í Gautaborg sem fluttu heim og við höfum séð það þessi ár að það kemur alltaf að þeim tímapunkti að þeir langar svo að koma heim. Fólki okkar vill koma heim og í langflestum tilfellum og við þurfum bara að hafa hlutina þannig hér heima að það sé gerlegt fyrir fólki okkar, fyrir þetta frábæra fólk sem búið að leggja á sig að vera í menntun, ná sér í mikla sérhæfingu. Þetta bara svo mikil fjárfesting og fjársjóður fyrir okkur að fá þetta fólk heim. Og það bara sameiginlegt verkefni okkar að gera íslenskt þjóðfélag þannig að það sé aðlaðandi fyrir okkar frábæra unga fólk að koma heim aftur. Já, ég snerti svolítið á þessu í minni kynningu og ég get tekið undir með flestum þeim sem hafa tekið til máls á undan mér. Ég náttúrulega ósammála Sjálfstæðisflokknum að þetta sé bara yfir höfuð hægt að tryggja þennan stöðuleika á við það sem til dæmis á Norðurlöndunum á meðverð með íslensku krónuna og það er svona sem við erum oft við Viðreisnar fólk svolítið með þráhyggju fyrir henni. Það ánægjulegt að Samfylkingin flaggi Evrópustefnu í dag, en það veltur svolítið á því hvernig vindandi blása, hvort þið gerir það eða ekki. Og svo líka bara, ég sjálfur læriði verkfræði við Háskóla Íslands sem var ekki í boði ég fór í framhaldsnám erlendis og síðan kom ég beint hingað heim og mér finnst mjög pirrandi þegar fólk fyrir sunnan spyr mig ekki hvort ég ætla að koma suður heldur hvenær af því að svona bara fólk sem með þessa menntun, þau vinna mikið í svona þekkingareiðinaði sem að byggjast upp sem fjórðastoðin, sem mjög gott, við þurfum að halda áfram að leyfa hennar blómstra. En ég brenn svolítið fyrir því að það gerist ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur líka og háskólinn á Akureyri skiptir þar hefur lykilhlutverki að gegna í því verkefni.
það sem ég myndi segja að við megum líka ekki missa fókus á allt það jákvæða sem að gerast í samfélaginu okkar og það snerti mig beint að ég vann hér við dagskrárgerð úr þessum landshluta þar sem við vorum með sjónvarpsstöð sem var að lyfta öllu því jákvæða og öllum kraftinum í fólkinu sem hér býr. Við höfum það ekki lengur hér, umfjöllun öðruvísi, eru fréttir hér af svæðinu orðnar þannig að það þarf eitthvað hræðilegt að gerast til þess að við fjöllum það. Það týnist oft þetta jákvæða sem að gerast í samfélaginu. Ég vinn mikið með gögn og við búum hér á litla Íslandi og það oft erfitt að bera sig saman við þjóðir eins og Svíþjóð og Noreg og fleiri. Ég myndi segja að við erum að gera margt vel, það margt sem við getum gert betur, en við þurfum að fá þig og fleiri heim hér til að hjálpa okkur að klára þetta verkefni. Jæja, spurning fremst. Heyrðu, ég heiti Erla Salome og bakkfirðingur. Ég ætla að spyrja ykkur spurningu af því að nú tala flestir að bæta þurfi heilbrigðiskerfið. En það sem ég hef áhuga að vita hvernig þinn flokkur eða flokkarnir ykkar ætla að laga vinnuumhverfi heilbrigðisstarfsmanna. Þurfa auðvitað líka laun og kjör að fylgja þar með. Þannig að sjálfsögðu, þetta samspil bæði uppbyggingar og síðan að halda betur utan fólkið. Já, þetta snýst náttúrulega miklu leyti, þetta verður svona ákveðin vítarhingur þegar þú ert með mönnunarvanda eins og til dæmis á sjúkrahúsinu á Akureyri, ef það mikið álag að þá erfitt að fá fólk og þá eru færri að vinna og það meira álag. Það til dæmis á lyflækningadeild það vantar innkirtlalækna eða vantar lungnalækni og fleira og þetta eitthvað sem það þarf bara að grípa fastar inn. Við til dæmis, ég mjög opinn fyrir því að skoða hvata eins og með því að nota námslánakerfið eða skattalega hvata eins og gert í Noregi, gert í Ástralíu og víðar. Þú veist, það eru fordæmi, við þurfum ekki að finna upp hjólið í þeim efnum þá sérstaklega út á landi og svo þurfum við líka að ráðast í frekar uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og það strax. Það verið að stjórnarflokkarnir eru að tala það núna en þau hafa haft 7 ár til þess þannig að kannski að hleypa ykkur öðrum að og sjá hvort þau geti gert það betur og þá í rauninni leysa þennan svokallaða fráflæðisvanda og sem að þetta þá að létta álagið á heilbrigðisstofnunum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við búum til það vinnuumhverfi og við búum til þá hvata að við fáum heilbrigðisstarfsfólk til þess að búa hérna á svæðinu. Það hvort sem það hér á Akureyri eða annars staðar í kjördæminu, að þá skiptir það mjög miklu máli að því við sjáum og við erum að eyða mjög miklum peningum í heilbrigðisstarfsfólk, sérstaklega læknar, sem að pendla hérna á milli Reykjavíkur og Akureyrar eða Egilsstaða og Akureyrar, Egilsstaða og Reykjavíkur og þetta skapar ákveðna, það verður ekki festa, þeir sem að sitja eftir, þeir eru mjög einir og það búið að vera að reyna núna að ná læknunum saman meira sérstaklega á dreifðari stöðunum þar sem þeir eru fleiri saman, af því það sem hefur verið að brenna upp læknan okkar út á landi að þeir eru einir með síman alltaf og það í rauninni ekki umhverfi, kannski gömlu jaxlarnir gátu þetta en bara þetta ekki umhverfi sem að fólk vill vinna við í dag og við erum bara að brenna upp ungt heilbrigðisstarfsfólk og unga lækna og bara heilbrigðisstarfsfólk með þessu álagi. Þannig að það hefur verið að reyna og ég veit að svo vinna hefur verið í gangi og það bara hefur verið núna á stöðunum þar sem að læknarnir eru stærri hópur, þeir hittast á morgnana þó þeir fari út í stöðvarnar en þeir eru orðnir svona, þeir eru að reyna að búa til svona ákveðin stuðning af hverju öðrum. Þannig ég held að þetta samspil margra hluta. Já, ég held ég taki nú bara undir með sessunautum mínum hér hvað þetta varðar og það í dreifbýlinu á þetta reyndar við fleiri stéttir. Menn eru svona jafnvel að þjappa sig saman
Það erfitt að vera alltaf á vaktinni og það nú það sem kannski mest slítandi í þessum dreifðustu byggðum og síðan það auðvitað eins og Jens Garðar benti hérna á hvað varðar að efla það að læknar búi hér. En þetta, ég hef séð að prestar hafa verið að þessu, þjappa sig saman og læknar mögulega það sem að aukna bættar samgöngur laga þessa þætti. Þannig að það svona ýmis horn að líta og eflaust hægt að gera betur hvað það varðar. Sko, ég hugsa þegar við erum að skoða endurbætur á heilbrigðiskerfinu, það er náttúrulega bara ekki ein lausn sem að leysir allt við þetta. Það þarf meiri fjármagn inn í kerfið. Við þurfum að bjóða hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum upp á samninga sem eru mannsæmandi. Ég veit að sérstaklega bara upp á það að laun þessar stétta sem þetta er í rauninni svo stétt innan sjúkrahúsanna sem að sé sko megin þorra svona vinnu byrðarinnar, að það sé aðsóknarvert að vera að vinna við þetta hérna á landinu með bara góðum launum. Það út frá því við þurfum að passa upp á það að það sé aðgengi allstaðar og þetta spilar inn í náttúrulega bara þessi launamál. Ég held að þetta kjarnast eiginlega allt í sko að við þurfum að bjóða hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum betri kjör af því að þau bara ekki nógu góð núna og það er óásættanlegt að við skulum bjóða svona mikilvægum stéttum upp á svona blautu tuskuna í andliti sem að samningana þeirra. Já, ok. Ég skal reyna að hafa þetta stutt en það sem er stórt vandamál í heilbrigðiskerfinu að það bara vöntun eftir læknum og í háskólum á Íslandi mjög lítil hlutfall af þeim sem að háskólamennta sig eru í læknisnámi og þá sé ég eiginlega ekki annað fyrir mér en í framtíðinu verður þetta bara ennþá verra með glænýtt sjúkrahús sem að verður erfitt að manna og til þess að auka ánægju lækna þarf að vera læknar í öllum stöðum, annars ekki bara einn læknar að sinna 3 störfum og saman alltaf með að auka kjör lækna og svo kannski til viðbótar að ef við tölum sjúkrahúsi hér á Akureyri við bara á þingi þurfum að passa upp á að hér verði ekki lagðir á landsbyggðaskattar sem að ég raun að draga þá úr því að við viljum starfa hér á sjúkrahúsinu á Akureyri til dæmis. Takk. Já, það kannski þessar stéttir sem eru með lausa kjarasamninga og annað sem umræðir. Ég heyrði í útvarpinu í gær viðtal við formann félags hjúkrunarfræðinga. Hún virtist vera ánægð með samningin, væri loksins búin á að stytta vinnuvikuna niður í 36 klukkstundir, þannig að það vonandi verið að byrja. En ég tel að ef við náum mögulega að stytta biðlista og vera með markvissari skimanir þá getum við mögulega að dregja úr álagi á heilbrigðiskerfi sjálft með svona forvörnum. Þannig að já, bara takk. Já, ég held að sé bara mikilvægast að gera heilbrigðiskerfi eftirsóknarvert til að vinna í því og það það ekki núna. Þegar bara launin ekki góð, álagið rosalega mikið. Það rosalega mikið að heilbrigðismenntuðu starfsfólki sem ekki að vinna í þessum geira bara út af því að launin ekki góð. Þannig að ég held að það væri svona fyrsta skrefið að reyna að bæta starfsumhverfið og launamálin og reyna að fá fólk aftur inn í geirann til að leysa mönnunarvandann. Svo þarf náttúrulega eins og bara á Akureyri við ætlum að fá fleiri lækna, fleiri hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, bara allt þetta fólk, þá þarf líka sko að ef þú vilt fá fjölskyldur hingað, þá þarf að vera náttúrulega störfi í boði fyrir maka heilbrigðisstarfsmannsins, það mikið í boði hér á Akureyri. Ég sagði þetta í gær á fundi upp á sjúkrahúsi og ég var alltaf skammað fyrir að ég var ekki að líta úr Akureyri, sem ég alls ekki að gera, en það þarf að passa upp að byggðin sé blómleg. Nú til dæmis sennilega að fara að loka bíóinu hérna, þetta mjög smávægilegt, en samt sko, þetta samt sko, þú vilt hafa alls konar þjónustu til að sækja hana. Við þurfum að passa upp á að styrkja þessa byggður okkar.
að sé eftirsóknarvert að búa í þeim og þú getur sótt svona flesta þá þjónustu sem þú vilt. Þetta er ekki að fara fram á að vera í bíó í hverju einasta smáplási en vonandi skilji hvert að fara. Bara takk fyrir spurninguna því að þetta er eitt stærsta viðfangsefni okkar til framtíðar og við þurfum bara að horfast í augu við alvarleika málsins. Akkur ætti ungt fólk sem getur valið sér allan heiminn í rauninni að starfsvettvangi að koma hingað í þær aðstæður sem við erum að bjóða upp á. Og ekki síst er þetta vandamál út á landi, þar sem fólk er á vakt allan sólarhringinn og enginn leysir af. Ég held að það sé tvennt sem við þurfum að gera. Annars vegar þurfum við að nýta fjármagni betur og styrkja fyrstu stigs þjónustuna með heimilislækningum, með heimilisteymi, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og lækna. Það er raunhæft líka í hinum dreifðari byggðum og á það eigum við að stefna. Svo skulum við líka bara viðurkenna það að Ísland ver 7,6% af vergri landsframleiðslu til heilbrigðismála og öldrunarmála. Það er það bil 1–2% lægra heldur en nágrannaþjóðirnar gera. Þannig að við þurfum líka meira fjármagn ef við ætlum að bjóða upp á sambærileg skilyrði. Og að því Áslaug er hérna, við þurfum líka að íhuga það að bjóða upp á menntun í læknisfræði, dreifbýlislækningum. Vissuð þið það að 75% af öllum nýnemum sem hefja nám í læknisfræði við HÍ koma úr 3 framhaldsskólum í Reykjavík. Og einungis 5% af þeim sem hefja nám árlega við HÍ koma utan framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við þurfum að því gefnu að fólk uppfylli inntökuskilyrði, þá þarf að horfa á fleiri breytur heldur en bara einkunnir. Það þarf að greiða leið fyrir fólk alls staðar að landinu í læknisnám á Íslandi líka. Takk. Já, það var betra í matinn á mörgum heimilum að Egilsstöðum í haust þegar ungur heimilislæknir keypti sér hús í bænum og þetta er bara staðan víða út á landi að það er fögnuður þegar heilbrigðisstarfsfólk flytur í bæinn og við sjáum það í dreifðum byggðum sérstaklega að það eru hjúkrunarfræðingar sem að bera upp í heilbrigðisþjónustu þessa lands og það er bara tímabært að þeim séu greidd sanngjörn laun og tryggðar manneskjulegar starfsaðstæður, það er bara þannig. En ég til dæmis held að við ættum að vera óhrædd að horfa til tæknilausna. Að í dreifðum byggðum þá eru fjarlækningar spennandi kostur. Þetta var reynt hérna á sjúkrahúsinu í samvinnu við íslenska lækni í Bandaríkjunum. Og ég held að við getum kannski ekki leyst vandan svona, en við getum séð að það eru einhverju möguleikar og lausnir sem að létta álag og styðja bæði við heilbrigðisstarfsfólkið og byggðirnar. Já, hæ. Þórunn heiti ég og er starfsmaður hér. Ég ætla að fara út fyrir Ísland og þetta tengist samt að sumliti efnahagsmálum því að við erum að tala um flóttafólk til dæmis. En þetta tengist líka mennsku sem ég finnst svolítið mikilvæg. Mér langar að hafa þetta í tvennu lagi, að það er í lagi og þetta má vera já og nei. 1. Persónlega telur þú að það sé þjóðarmorð á Palestínumönnum í gangi núna og 2. Þú og þinn flokkur myndið styðja viðskiptaþvinganir á Ísrael. Já, ég ætla að leyfa Ara að byrja núna og fara hérna. Já. Já, svarið við báðum spurningum er já. Já. Ef ég svara fyrstu spurningunni, að þá ríkir auðvitað óöld á þessu svæði og það er auðvitað þetta stríð eða þessi átök sem þarna eru í kjölfar hryðjuverka, hryllilegra hryðjuverka. Og þannig að hver svo sem skilgreiningin er á þessu, að þá er þetta hræðilegt ástand sem verður að binda enda á með öllum ráðum. Þetta er alveg hræðilegt ástand sem þarna er og þannig að ég held að það sé meginmáli. En hvort ég styðji síðan viðskiptaþvinganir á Ísrael, ég held að það sé alls ekki svari við þessari spurningu.
til þess að koma þarna á friði. Ég held að sé miklu nær að ná þarna jákvæðu samtali bæði við stjórnvöld og síðan við þá sem eru hinum megin víglínunnar. Já, það alltaf verið að orðið þjóðarmorð notað mjög frjálslega orðið í dag. Það ákveðin skilgreining á þjóðarmorði og þau átök sem eru skelfileg og við erum öll sammála það er engar deilur það að ástandið í Gaza og Gazasvæðinu skelfilegt og það verður að fara að komast á friður á Gaza en þetta skilgreinist ekki og þessi átök þar geta ekki skilgreinst sem þjóðarmorðið þeim skilningi sem sett í skilgreininguna þjóðarmorð. Hins vegar, ég styð ekki viðskiptaþvinganir á Ísrael og ég held að því við erum búin að ræða heilbrigðismálin að þá held ég að það séu fáir sem átta sig á því hvað mikið af bæði lyfjum og heilbrigðistækjum sem við erum að nota í heilbrigðisþjónustunni sem að koma til dæmis frá Ísrael sem einn fremsta þjóð í þessum heimi. Ætlum við kannski þá að vera með undanþágur á það sem við þurfum að nota en setja viðskiptaþvinganir á það sem við þurfum ekki að nota. Kannski getum sleppt í að nota SodaStream í nokkra mánuði. Já, þetta líka mín persónlega skoðun. Við sem Ísland eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að komist á friður sem allra fyrst og við þurfum náttúrulega að gera það eins og alltaf þegar að koma upp svona mál í með okkar nágranna þjóðum. Og ef það viðskiptaþvinganir sem að þarf til að fólk hætti að deyja þarna í þessu stríði, að þá það auðvitað eitthvað sem við ættum að skoða. Ég verð að taka undir með Jens hvað varðar notkunina orðinu þjóðarmorð. Þetta hræðilegt ástand, en hvort að það orð eigi við þessu tilfelli ég ekki viss persónulega. Já, ég tek svo myndi það að við eigum að sjálfsögðu að gera allt í okkar valdi til þess að koma þarna á friði, eins mikið og við getum gert hér á Íslandi, en ég vil kannski helst svara þessu út frá grasrótinni þar sem ég í sambandi ungra framsóknarmanna og þar myndu svörin vera já í báðum tilfellum. Það vill svo vel til að skilgreiningin á þjóðarmorði í íslenska lagabókstafnum. Eftirtaldir verknaðir teljast hópmorð eða þjóðarmorð þegar þeir eru framdir í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða hluta þjóðernishópi, kynstofni eða trúflokki sem slíkum. Að drepa einstaklingur viðkomandi hópi, það í gangi í Palestínu. Að valda einstaklingum úr viðkomandi hópi alvarlegum, líkamlegum eða andlegum skaða, það í gangi í Palestínu. Að þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miðaði líkamlegri eyðingu hópsins eða hluta hans, það í gangi í Palestínu. Að beita þvingunaraðgerðum sem miðaði að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum, það í gangi í Palestínu. Að flytja börn með valdi úr hópnum til annars hóps, það í gangi í Palestínu. Og hver sem á opinberum vettvangi hvetur með beinum hætti aðra til að fremja hópmorð skal sæta fangelsi alltaf ævilangt. Þetta í íslenskum lögum og jú, það þjóðarmorð í gangi í Palestínu, það mín skoðun, það skoðun hreyfingarinnar og já, við að slíta stjórnmálasambandi og setja á allar þær viðskiptaþvinganir sem við mögulega getum. Það var niðurstaða vinnuhóps á vegum Sameinuðu þjóðanna núna bara sem var birt í síðustu viku að það væri mjög margt sem benti til þess að þetta væri þjóðarmorð sem ætti sér stað á Gaza og ég sammála því. Það mjög margt sem benti til þess. Það hins vegar ofboðslega mikilvægt að þau apparöt, alþjóðlegu apparöt sem fást við þetta, stríðsglæpadómstóllinn og aðrir, komist að því líka, af því að það hefur miklu meiri áhrif heldur en mín persónulega skoðun. Í öðru lagi, já, við í Samfylkingunni höfum talað fyrir því að við eigum að þjappa okkur saman með nágrannaþjóðum okkar og fylkja liði og setja viðskiptaþvinganir á Ísrael. Þær ekki léttvægar en hafa reynst vel í gegnum tíðina, meðal annars voru þær mjög mikilvægar þegar við hnekktum aðskilnaðarstefnun í Suður-Afríku. Þannig að við erum eindregið á þeirri skoðun. Kemur meira á óvart að VG tali núna að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael.
því að það töluðu ekki í þessari ríkisstjórn og ég veit að það kann að hljóma einfalt og eðlilegt að slíta stjórnmálasamstarfi við Ísrael við þessar aðstæður. En diplómasían eiginlega það síðasta sem á rofna á milli þjóða og ef að við hefðum til dæmis 8. október í fyrra, daginn eftir að þetta braust út aftur, slitið stjórnmálasamstarfi við Ísrael, þá höfðu íslensk stjórnvöld ekki haft neina möguleika á því að sækja þá 123 palestínsku einstaklinga sem höfðu fengið dvalarleyfi Íslands til Íslands. Þannig að það hættulegt að fara fram úr sér líka. Við að setja viðskiptaþvinganir, við að fordæma þetta, en við að halda þeim þráðum sem að mögulegir eru til þess að geta líka sinnt mannúðarstarfi á svæðinu. Takk. Mín persónulega skoðun hvort þetta sé þjóðarmorð, hún já, mér finnst þetta að vera þjóðarmorð og þrátt fyrir einhverja lagalega skilgreiningar þá bara nei, já, þetta er þjóðarmorð og já, við styðjum viðskiptaþvinganir á Ísrael. Já, mín persónulega skoðun líka að þetta sé þjóðarmorð, hræðilegt ástand sem í gangi, en ég veit ekki alveg hvort það sé endilega rétta leiðin, þannig að svarið við seinni spurningunum minni nei. Ég hef fylgst svolítið með þessu, mér finnst hræðilegt að sjá hvað að gerast þarna. Ég algjörlega sannfærður það að þarna sé þjóðarmorð og ekki bara þarna heldur á fleiri stöðum í heiminum. En varðandi viðskiptaþvinganir hér í 400.000 manna landi, þá tel ég það bara ekki hafa nokkuð einasta að segja. Við ættum frekar að fara í diplómatískar aðgerðir og reyna að leita sátta og reyna að koma hjálpagögnum frekar en að fara í einhvers konar átök og deilur. Ef að 2 menn slást, þá fer þú ekki að slást með þeim, þú bara reynir að slíta þá í sundur. Það það sem ég myndi mér að gera. Og hér sitja þingmenn með mér hérna á borðinu sem eru á þingi og hér var samþykkt að veita íslenska þjóðin myndi kaupa vopn fyrir Úkraínu fyrir 7 milljarða króna og það var enginn sem að neitaði því. Þannig að mér finnst alveg brjálæði að við íslenska þjóðin sem að fara að stíga inn í átök risastóra þjóða og frekar en að fara diplómatísku leiðina og frekar að beita hjálpagögnum heldur en vopnakaupum. Takk fyrir. Ég heyrist í mér, já. Og núna byrja mitt 7. ár í háskóla, þannig að menntasjóðs námsmanna skiptir mér mjög máli og líka samningaviðræður. Þið voru flest sammála samning háskólana væri jákvæð ef báðir aðilar væri flink því, en raunin svo að stúdenta fá lítið sem ekkert taka þátt í samningaviðræðum. Að minnsta kosti stúdentum í HA var synjað aðkomu að borðinu í samningaviðræðum hér, bara ef þið vissu það ekki. En spurningin mín kannski beinist til Jens, ég ætla ekki kannski að spyrja ykkur öll hérna upp á tíman, en það bara því að við höfum verið, ég og Silja höfum verið í miklu samstarfi við Áslaugu Örnu, háskólaráðherra, og það stendur heildarendurskoðun á lögum menntasjóðs námsmanna. Hvaða breytingar finnst þér vera mikilvægastar til að endurskoða í menntasjóðum námsmanna? Hvað finnst þér mikilvægast? Ég skal bara vera algjörlega hreinskilinn við þig, af því ég held að það sé mjög mikilvægt þegar maður byrjar í stjórnmálum. Ég nú bara að stíga mín fyrstu skref hér í stjórnmálunum og ég bara þekki þetta ekki, en ég veit að Áslaug þekkir þetta mjög vel. En þá kannski ef einhver annar vill rétt upp hönd, já, og sem ég tel að sé brýnast í augnablikinu. Það annars vegar að festa vexti til langs tíma eins og var þegar að ég tók námslán voru engir vextir, það var bara verðtrygging, síðan var þetta 1–2% vextir og verðtrygging, þannig að við þurfum auðvitað að ná þetta úr þessu markaðsbrjálæði sem í dag. Á hinn bóginn þarf líka að skoða skilyrðin það hvað það þýðir að
klára nám á tilsendu tíma til að fá þennan 30% styrk vegna þess að fólk getur lent í því að eignast barn og ýmislegt getur komið upp á sem að stöðvar það í námi og þetta má ekki vera svo drifið áfram af skilvirkni að það bitni á fólki sem að kemst í aðstæður sem það getur ekki ráðið við. Takk. Þá komið að loka spurningunni. Gjörðu svo vel. Hæ, ég heiti Katla. Mig langaði að spyrja þig, Theodór. Nú tala Píratar fyrir auknu beinu lýðræði. Hversu langt vil ég ganga í þeim málum? Já, það er það nú kannski ekki hægt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslur allan fjárann, en allar stærri ákvarðanir eins og til dæmis aðild að Evrópusambandi, það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og já, svona eins og segja, allar stærri ákvarðanir. Hversu, nú er ég ekki alveg búinn að hvað á maður að segja, hvað eru meira háttar stærri ákvarðanir, það er allavega það að gangi í Evrópusambandi. Það er líka að tala um það að ég vera þjóðfundur í stefnuskránni hjá okkur, þjóðfundur á hverju kjörtímabili, það sem er svona almenningur fær tækifæri til þess að leggja sitt af mörkunum í stefnumótun og þannig. Þannig að já, þetta væri mitt svar. Já. Hvað segirðu að það er þá væntanlega að bara Píratar, þingflokkur Pírata myndi þá sitja það í kosningu væntanlega milli sinna félagsmanna. Er þetta málefni sem ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég verða eiginlega að bregðast við af því að mér finnst þessi spurning eiginlega bara hefði átt að koma beint til mín af því að lýðræðisflokkurinn er stofnaður til þess að auka lýðræði á Íslandi og með því að af því okkur finnst tengingin á milli almennings í landinu og þeim sem að vinna á þinginu vera komin svo stór brú þar á milli. Það er eins og að Alþingi sé bara að gera eitthvað sem að þeim listir og svo er þjóðin að vilja eitthvað annað og þannig virkar ekki lýðræðið nógu vel. Þannig að við í breyttu samfélagi þurfum að auka lýðræðið með því, og ég veit að þetta er stórt að segja þetta, en við viljum gera allar kosningar rafrænar, þannig að opna fyrir það, þannig að það geti allir tekið þátt sem að hafa ekki kost á því vegna heilsu eða mikilla vinnu eða fjölskylda aðstæðna farið og kosið, þannig að allir geta þá kosið rafrænt líka. En svo er annað mál sem er meira svona mitt mál heldur en kannski flokksins, en ég ætla að berjast fyrir því að öll þingmál verði aðgengileg eins og núna inn á alþingi.is, en inn á ísland.is er það bara sjálf þú hefur bara frjálst að ákveða hvort að þú takir eitthvað afstöðu til eitthvað máls og það verður bara einfalt og undirrita með rafrænu skilríkjum hlindur, óhlindur eða hvorki né. Þannig að við viljum auka gegnsæi þings og kannski til þess að segja svona að lokum að Landhelgisgæslan er með mikla þeir sem að þjóðin ber mikið traust til Landhelgisgæslunnar en Alþingi er búin að tróna botninum í rosalega langan tíma. Maður spyr sig, er ekki bara komið tíma á að breyta þessu? Þannig að við bara aukum. Nú þarf ég að fara að stoppa. Takk fyrir. Tíminn er heila búinn. Heyrðu, ég ætla að bjóða ykkur öllum að fara hérna, byrja á Sindra hjá Vinstri grænum, eitthvað svona fræg lokaorð í lokin og kannski svara í leiðinni af hverju ætti ungt fólk að setja X við ykkar flokk? Ég ætla að byrja á af hverju það ætti að setja X við okkar flokk.
að þetta eina hreyfingin sem virkilega brennur fyrir náttúruverndinni og ef að þið eru á sömu blaðsíðu þá vona ég að þið leyfið okkur að hafa rödd og vægi inn á þingi að við erum að horfa annars upp á það að það verður þing á náttúruverndar og það bara eitthvað sem að gleður stóriðjuflokkan og hægri öflin. Annars fræg lokaorð, bara lifi frjáls Palestína. Já, ég ætla nú að byrja á því að bara hvetja ykkur til þess að fara inn á heimasíður allra flokkan og kynna ykkur málefni þeirra. Það skiptir bara höfumáli að sem flestir kjósi í kosningum og við höfum auðvitað fagnað í að þrátt fyrir allt að þá höfum við verið meðal þeirra lýðræðisríkja þar sem að kosningaþátttaka hefur verið hæst og við höfum að halda því þannig. Af hverju kjósa okkur? Í 7 ár hefur ríkissjóður verið rekinn með halla. Í 4 ár hefur verðbólga verið við markmiðum Seðlabankans. Í 14 mánuði hafa stýrivextir verið 9% sem að hefur þýtt að bara á síðasta ári borguðu heimili landsins 41 milljarði meira inn á húsnæðislánin sín heldur en árið 2021. Það einfaldlega komið tími á breytingar, á nýtt upphaf og kröftuga viðspyrnu til þess að skapa hér fyrirsjáanleika. Við bjóðum upp á slíkan valkost og við viljum einfaldlega sjá ríkisstjórn þar sem tekið á fjármálum þjóðarinnar og við treystum Kristrúnu Frostadóttur best til þess að leiða það eins og reyndar 37% þeirra sem að svöruðu slíkri spurningu í Gallup. Takk. Sko ég ætla aðeins að byrja á því að fá að leiðrétta Sindra aðeins, mjög vænt hann, en Píratar eru líka með mjög metnaðarfulla umhverfisstefnu og voru reyndar sko valdir af Sólinni sem samtök sem brenna fyrir umhverfisvernd, völdu kosningastefnu Pírata í kosningunum 2021 sem bestu umhverfisstefnuna. Þannig að Vinstri græn eru ekki ein með þann bolta. En sko, af hverju ættu að kjósa Pírata? Jú, sko við erum búin að kjósa það sama yfir okkur í 100 ár. En alltaf búist við einhverju nýrri niðurstöðu. Ég eiginlega alveg merkilegt, sko. Þannig að ég segi bara kjósið Pírata, kjósið öðruvísi, veljið almannahagsmuni framfyrir sérhagsmuni. Það kannski komið hérna fram að menntamálin eru mér hugleikinn, þannig að ég hugsi haldi mig á þeirri braut. Það hefur mikið verið rætt lestrarvanda barna og drengja og ég tel að við þurfum að bæta í þar og ég held að við ættum mögulega að horfa til Noregs í þeim efnum og styrkja til dæmis vel útgáfu barnabókmennta og þá kannski svolítið sem ætluð þá drengjum. Við auðvitað erum líka að horfa til húsnæðismálana fyrir unga fólkið, þannig að við erum með ýmsar leiðir í því, fleiri útfærslur á hlutabótaleiðinni og slíkt, en ég bara hvet ykkur til að taka upplýsta ákvörðun, ekki bara kjósa það sem hinir ætla að kjósa, skoðiði einmitt málefni flokkana. Ég get mælt með hlaðvarpi hjá félögum mínum í Miðflokknum ef að ykkur vantar eitthvað hlaðvarp til að hlusta á sem dæmi. Ég ný í pólitík, ég alltaf að læra og við lærum á meðan við lifum, þannig að það hægt að læra margt af þeim. Þannig að takk fyrir. Við þurfum breytingar, öll þjóðin vill sjá breytingar og þá þurfum við að kjósa eitthvað nýtt. Við erum nýir og við sjáum að það ekki verið hægt að treysta til fulls þar sem að traust til Alþingis í algjöru lágmarki. Þannig að við þurfum bara að lofta út, hreypa yngra og ferskara fólki þarna inn og bara hugsa stórt og kjósa XL. Sósíalistaflokkur Íslands eini flokkur sem að bjóða sig fram núna sem að afneitar nýfrjálshyggju. Það bara stendur svart og hvítt á blaði hjá okkur. Við erum flokkur sem að beiti sér fyrir hagsmunum almennings, við beitum okkur fyrir hagsmunum verkafólks sem að síðast þegar ég gáði var meiri hluti þjóðarinnar. En ég tek undir með þeim sem hafa áður sagt að kynna ykkur endilega stefnur flokkana og kjósið og ekki vera hrædd ef það
flokkur sem að kallar til ykkar, jafnvel þó þið trúið því ekki að sá flokkur sé að fara að komast á þing, kjósið samt samkvæmt hjartan ykkar, af því að leið og þið eru farin að kjósa eitthvað út frá taktískum viðmiðum, þá eru þið búin að gefa lýðræðið upp á bát. Já, hversuna ungt fólk að kjósa flokk fólksins? Svarið er einfalt. Við erum flokkur almannahagsmuna. Við erum tilbúin að takast á við sérhagsmunina. Við erum tilbúin að takast á við óseðjandi bankakerfi. Við erum tilbúin að takast á við auðlinda ráðstöfun í þágu fáa og þannig að það renni til okkar sem flestra. Við erum flokkur verðmætasköpunar. Við erum flokkur sem ætlum að láta til okkar taka á Alþingi Íslendinga. Við sættum okkur ekki við óbreytt lífeyriskerfi, þar sem alltaf stærri hluti launa rennur inn í sjóði og minna kemur tilbaka frá sjóðunum. Þegar þetta byrjaði að vera 10%, svo fór það í 12% og nú er það komið í 16,5% og alltaf er okkur sagt að við séum með besta kerfi í heimi. Alltaf er okkur sagt að við séum með besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi. En þegar betur er að gá, að þá þurfum við að breyta þessum kerfum, við þurfum að breyta húsnæðiskerfum í átt að því sem það er á Norðurlöndunum. Við höfum lagt fram trúverðuga stefnu, við erum með trúverðuga frambjóðendur, við erum með frambjóðendur sem ætlum að skapa aukin verðmæti í samfélaginu og við ætlum svo sannarlega að láta verkin tala og ég vona svo sannarlega til þess einnig að þið veitið okkur stuðning á kjördag. Takk fyrir mig. Já, Sjálfstæðisflokkurinn hefur í áratugi komið að því að byggja hér upp og tekið þátt í því að byggja hérna upp algjörlega frábært samfélag. Ég held að við verðum að passa okkur á því þó við séum í kosningabaráttu og þó við séum að eltast við atkvæði. Við megum ekki tala okkur of mikið niður. Við megum ekki tala heilbrigðiskerfið of mikið niður. Við erum með frábært heilbrigðiskerfi, með frábært heilbrigðisstarfsfólk sem að leggja sitt af mörkum og í menntastofnunum annars staðar. En við erum alltaf að gera betur og það eru við sem þjóð sem erum frjáls, við erum að taka skoðanir, en frelsið og skoðanaskiptið, þetta er ekki sjálfgefið. Við erum búin að byggja upp samfélag sem er frjálst og opið, það sem er borin virðing fyrir mannréttindum og við berum virðingu fyrir hvort öðru. Það er ekki sjálfgefið í heiminum í dag og það eru fæstir í heiminum í dag sem búa við það. Og við erum ótrúlega stolt af því sjálfstæðismenn að hafa tekið þátt í að byggja upp þetta samfélag. Þessi stofnun hér er eitt af helsta var á sínum tíma, eitt af stærstu baráttumálunum og þingmennir hér börðust með kjaft og klóm fyrir að koma þessari stofnun á hér Háskólanum á Akureyri og það var ekki sjálfgefið. Þannig að ég held að við, ef við horfa tilbaka, horfa á verkin okkar og það samfélag sem við búum við í dag, að þá held ég að við getum verið sem Íslendingar mjög stolt af samfélaginu sem búum í, þó við viljum alltaf gera betra og við eigum alltaf að vera að gera betra og við eigum alltaf að vera að gera betur. En ég baðst ekki eitthvað svona kvót, varst ekki að biðja það? Einhver tilvitnun? Já, þá segi ég bara, þá ætlum ég bara að vitna í nýdönsk, frelsi er yndislegt. Já, ég hugsa að ég leið mér bara að fara svolítið aftur tilbaka í spurningun hans Jóns Ingva. Mér finnst mjög grátlegt að ungu fólki finnist Íslandi ekki vera ákjósanlegu staður til að búa á og stofna fjölskyldu og eldast og líka að við séum að missa fólk utan á landi, suður, sem að finnst ekki ákjósanlegu kostur að flytja aftur heim. Mér finnst ég kom sjálfur heim og mér finnst það frábært, það var reyndar á, já, það var svona tilviljanakennd atburðarás sem að gera það verkum að ég kom heim, en ég vil að Ísland verði staður þar sem að það er bara virkilega eftirsóknarvert að vera, þar sem að við erum með sterkt velferðarkerfi, þar sem við öllum bjóðast jöfn tækifæri og geta síðan blómstra á eigin forsendum. Já, ég hugsa að það sé. Og já, og við í Viðreisn erum með gott plan til að ná þessum markmiðum. Ég held við deilum nokkuð inn þessari sýn og bara takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir fundinn.
Það er náttúrulega einfaldast að svara þessu bara ekki best að kjósa, en nei, við tölum þetta alvöru, þá erum við að setja málefni sem skipta ungt fólk máli, eins og húsnæði, heilbrigðismál, lækkun, vaxtaverðbóta, við stöndum vernd íslenskunnar, við erum ungt fólk í efstu sætum og við leggjum áherslu á það að við tölum við ungt fólk. Við tölum niður ungt fólk þegar við erum bara að bjóða þeim upp á einfalt efni, sketsa og stuttmyndbönd á samfélagsmiðlum og þess vegna bjóðum við til dæmis upp á eins og gervigreindina Sigríði, þar sem þið getið farið inn og spjallað við hana stefnumál Framsóknar og hún talar að mér skilist 111 tungumál, þannig ég hvet ykkur til þess að kíkja á hana og spurja hvað þið viljið vita. Við auðvitað kunnum að vinna á miðla málum, við höfnum öfgum í umræðinni og ég held að það sé best að við ljúkum þessu bara á minni öfgar meiri Framsókn. Frábært, takk hérlega fyrir þessa yfirferð. En þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka ykkur öllum sem að mættu og tóku þátt í þessum mikilvæga viðburði, hvort sem þið eru hér á staðnum eða með okkur í streymi. En unga fólkið, við ykkur vil ég bara segja, mætið á kjörstað, kosningarétturinn okkar svo sannarlega ekki sjálfgefinn. Og frambjóðendur, takk hérlega fyrir komuna og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir.